Til hamingju með sigurinn í 11 ferðunum hérna í Mount Esja 2016 hlaupinu. Já, þakka þér fyrir. Þú varst á mjög flottum tíma. Já, ég er ekki ennþá búinn að fá hana á hreint. Ég held að séu 14:35 eitthvað svoleiðis. Já, það er bæting frá því fyrra. Já, bæting frá því fyrra. Hvernig voru aðstæður? Nú byrjuðu þið hérna í nótt við miðnætti í miklu roki, ekki satt? Jú, og það var aðeins rigning, rok upp við stein og svona þarna ofarlega. En svo var það nú allt í lagi sko. Það lagði fljótt eftir svona 3-4 ferðir. Þá var það bara þokkalegt svona, það var aðeins vindstrengur þarna vestast. En það kom ekki á sök og ég fækkaði mér sér fötum og fannst það bara besta mál. Já, þú ert alveg í toppformi greinilega með við þetta. Já. Hvernig hérna... Ég er aldur og fyrir störn, sem maður segir. Já. Hvernig hérna undirbjóstu þið fyrir þetta hlaup? Þú ert náttúrulega alltaf í löngulhlaupunum, þannig að var einhver sérundirbúningur fyrir þetta eða? Nei, sko, eiginlega frekar var þetta undirbúningur fyrir ennstæra hlaup. Sem er hvað? Sem er hérna í kringum Grenoble í Frakklandi. Sem er svona fjallahlaup. Það er í stíl við UTMB fyrir þá sem það þekkja. Það er 170 km hlaup. Já. Og hækkunin samanlögð hækkun er 11.100 sem er svipaði ívið meira heldur en Mont Blanc hlaupið þarna. Já. Þannig ég ákvað að skrá mig í það, reynda vegna þess að ég komst ekki í UTMB, hérna, ég komst í útdrættinum, þá náði ég ekki inn. Já. Svo ég bara fór í næsta beig við hliðina. Já. Þannig að það má eiginlega segja að hérna, Esjuhlaupið hafi verið svona, það er á hentuðum tíma, 2 mánuði fyrir hlaupið, sem sagt þetta Grenoble hlaupið. En svo var ég náttúrulega aðdragandinn að Esjuhlaupinu, hann fórst meðal annars í utanvegahlaupum. Ég fór í Esjuna nokkrar ferðir, 6-7 ferðir, vikurnar á undan. Heilmikið í Heiðmörkinni, notaði Heiðmörkinu mikið, Helgafellið. Helgafellið er mjög gott til þess. Já. Og þú ert svona kannski þekktur líka fyrir það að taka þátt í þessum mjög löngu, súperlöngu hlaupum og ferðast víða. Hvernig svona er þetta, hvernig lífstíl er það að vera svona í endalaust að hlaupa þessi löngu hlaup? Þetta er eiginlega lífstíl akkurat. Ég er bara mjög gaman að þessu og framan hérna árum áður var ég nú svona bara í flatlendishlaupum, malbikshlaupum, löngum. Sem sagt 100 km og síðan færði ég mig yfir í fjallahlaupin og er búinn að vera núna, ég er búinn að taka núna 3 ár í röð svona 100 mílna fjallahlaup. Fyrst í Grikklandi 2013 sem var virkilega skemmtilegt, það var svona óbyggðahlaup, það var eiginlega bara, eins og segið, það var algjör óbyggð. Svo endurtók ég það árið seinna 2014 og þá var ég komið með punkta, tilskilda punkta sem þarf til þess að komast inn í þessi Mont Blanc hlaup, sko, þetta UTMB sem er svona, já, sumir hefur sagt að það væri svona eiginlega heimsmeistarakeppni hérna últra maraþona, stundu kallað. Já. Þannig að það var, og það tók ég síðasta ár, sko. Já. Og svo núna, sem sagt, á þessu ári planið, og reyndar, skemmtilegt að segja það er á afmælisdaginn minn, 19. ágúst, when I'm 64. Það er ekki afmæli. En hérna, þú ert í rauninni svona, komin í þessu löngu fjallahlaup og ert ekkert í malbikshlaupunum? Nei, ég segi það nú ekki. Ég hef verið að taka svona 1 maraþon á ári að jafnaði, nema reyndar ekki þetta ár. Það datt nú bara upp fyrir. Já, en ég hef verið að ýmist að taka Reykjavíkurmaraþonið, vormaraþonið, þessi núna undanfærin svona 3 ár. Árið þar á undan var svolítið tímabilið þar sem ég var bara lítið að hlaupa. Þannig ég svona tók upp þráðinn aftur á gammalsaldri. Hvernig gengur svona vikan fyrir sig þegar þú ert í þessum prógrammi, í kílómetrum talið til dæmis? Já, ég reyndar hleyp með, ég verði að taka það fram, með hlaupasamtökum lýðveldisins sem að gera út frá Vesturbæjarlauginni og við hittumst alltaf 3 í viku, mánudag, miðvikudag og föstudag. Og þar er náttúrulega félagskapurinn mjög dýrmætur og aðhaldið og það er vísu aðalega náttúrulega í bænum og vesturbænum reyndar. Þannig að það er ekki mikið fjallahlaup, en svo höfum við, eða þessi hópur, þökk sérstaklega 2 félögum í hlaupasamtökunum, þá höfum við verið að hlaupa svona utanvegar
hlaup, svona áfangahlaup. Og þetta sumarið erum við að hlaupa Konungsveginn sem hérna alveg frá Reykjavík að Gullfoss. Já. Svo fyrir 3 árum síðan þá hlaupum við hérna Reykjaveginn í áfengum. Svo árið þar á eftir hlaupum við þarna, það er reyndar kallað Píslagangan. Við erum að borga fyrir alveg yfir að Skálholti. Já. Og alltaf hlaupum milli kirkna. Mjög skemmtilegt hlaups. Þannig að þetta er svona, já, þetta er liður í þessu hlauparsamtökum lýðveldisins. Hérna, hvað með meiðsli og svona þegar verið er að hlaupa svona mikið og langt? Já. Finnur eitthvað fyrir svoleiðis? Hefur þú losnað við það alveg eða? Ekki alveg, nei, alls ekki. Ég var reyndar, hvenær, 2011 þá lenti ég heilmiklu hremmingum, þá lenti ég í tognun. Já. Og svo svona undanbili sem hún var að lagast, þá fótbraut ég minni, lendi ég nú var í hjóli og fótbraut mig og í framhaldi að því fór liðþófinn á vinstri fæti og svo liðþófinn á hægri fæti og það fór alveg 1 ár í þetta. En það var lagað og ég get sagt mörgum sem að halda kannski öll hlaup séu búið þegar liðþófinn gefur sig að það er alls ekki. Ég hef hlaupið þessi löngu hlaup, þessi 100 mílna hlaup, fjallahlaup sem ég var að segja frá einmitt eftir þessar aðgerðir. Já. Þannig það er ekkert mál. Það er líf eftir liðþófaaðgerð. Takk fyrir þetta Ágúst og enn og aftur til hamingju. Já, takk fyrir. Takk.